Komiði sæl og verið velkomin í klefan. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Já, komið sæl. Í dag ætlum við að ræða og forvitnast Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka. Við ætlum að fá að kíkja sér satt bak við tjöldin. Hvað þarf að gera til að halda svona stóran viðburð? Þessi þáttur í boði Íþróttabandalags Reykjavíkur sem að heldur þennan stóra viðburð og Íslandsbanka sem aðalstyrktaraðili hlaupsins. Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir, sviðsstjóri viðburðarsviðs hjá IBR, þetta svolítið þjált sko, og sem sagt yfir Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka, sest hérna hjá mér, vertu velkomin. Já, takk fyrir kella. Hérna, hvernig svona spennist í núna? Akkurat núna sem sagt föstudagur og það vika í hlaupið. Já, við vorum að ræða í gær okkur langaði svolítið bara að þetta yrði núna laugardaginn. Við erum orðin svona spennt. Og örugglega bara þreytt. Já, þetta svona, þetta kemur. Já, heyrðu, ok, og þú veist, hvað langur to-do-listi á hverjum degi núna? Já, sko, síðustu svona 2 vikurnar myndi ég segja að þá erum við svona að skerpa á öllu. Við erum að hitta alla utanaðkomandi aðila sem koma á hlaupinu. Við erum að funda með öllum viðbragðsaðilum, vorum til þess að fundi með öllum viðbragðsaðilum menningarnætur. Hvað áttu með því? Það eru allir sem koma að deginum og það eru að tala um það er slökkvilið, lögregla, strætó, rútur, skipuleggjendur, til dæmis Sonic sem að sér allt hljóðkerfi, svið og LED. Við heyrum í öllum samstagsælum, erum að fara yfir þeirra sýnileika og hvar þeirra stilla upp skemmtistöðum á braut. Við erum búin að heyra í öllum góðgerðarfélögum að því að þau vilja mæta og hvetja og setjum upp kort fyrir þau svo að aðrir sem vilja hitta sitt félag, viti hvað þau staðst á brautinni. Svo svo svona bara þegar nær dregur þá bara tekið stöðfundur dagstaglega, það þarf að pakka öllu og vera með þetta ready og fit and run í næstu viku þannig að við förum í höllina á mánudaginn og byrjum að stilla upp. Ok, og hvenær byrja fyrirtækin? Þau koma ekki inn á mánudegi, það nokkuð? Þið bara byrja aðeins fyrst? Já, við svona bara byrjum að stilla upp á mánudag, þriðjudag og fyrirtækin þau gerir það líka. Þetta alveg 2 daga verk að stilla upp þessari afdýku gagna og fit and run. Það þarf að setja upp alla básana og koma til fyrir. Þetta er meirinn að segja. Margar hendur hana sem að og rafmagnið og vekkjum á milli og allt eitthvað. En svo sá ég í gær að þið voru að tilkynna að það var uppselt í hálfmaraþon. Já, við fögnum því að Íslendingar eru farnir að hlaupa og með hverju árinu eru farnir að hlaupa lengra. Já, ég ætlum að segja að við erum ekkert vöna að sé endilega uppselt í hálfmaraþon, það? Það selst upp í fyrra. Já, og maraþonið. Já, og við höfum alltaf átt smá afgang í maraþoni. Já. Og ár frá ári, eftir hvert hlaup og þá sjáum við hversu vel gekk, hversu margir mæta og gerum áætlun fyrir næsta ár og núna til dæmis vorum með 1000 fleiri miða í boði í hálfmaraþon heldur en frá því fyrra og það seldist upp. Já. Og það dugði ekki til. Og hvað eru margir skráðið þá í hálf? 4250. Já. En okkur svona mikið þak, eða þú veist, okkur erum við ekki bara með? Já, það alls konar búnaður sem fylgir. Við þurfum náttúrulega bæði erum við búin að gera skipulag fyrir brautina, hvað varðar drykkjastöðar, þjónustu frá eins og ég sagði viðbragðsaðilum og það eru læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkratjöld, það eru drykkjapöntunin, hún gerð í mars. Já, einmitt. Þannig að við verðum bara að hafa það eru hlaupanúmerinn, það eru svo þetta líka bara upp á upplifun og flæð á braut. Já. Því fleiri sem eru því meiri tróðningur því meiri líkur á slysum, fólk rekist utan einhvert annað, þannig alls konar sem þarf að byrja í huga, en þess vegna erum við til dæmis núna að byrja að skipta þessu upp í fleiri ráshópa. Já. Með því að það svona okkar tilraun núna að skipta þessu í fleiri ráshópa, þannig að þeir sem að vilja fá skráðan tíman sinn, í afrekaskrá frí, og vilja keppa til veluna eða aldurslokka veluna eða eitthvað svoleiðis, að þeir fái svolítið plattform
Það keppnismiðin. Það keppnismiði og að því að þetta rosa mikil fjöldi að þá færðu bara sérhol og dómarar og þeir sem að keppa fá meira svigrúm og svo hitt holið það sem að almenni miðin þau náttúrulega hlaupa með sín markmið, þau fá líka tíma en eru svona á kannski sínu eigin peysi og margir hverju bara njóta. Ok, þannig að þú skráði kannski keppnismiða en svo ertu að sem sagt með hólfin, svona tímahólf líka í keppnismiðunum eða það bara allir fremst? Við erum með sem sagt hraðahólf fyrir keppnisflokkin, já. Þannig að þú stillir upp í rennunni eftir ákvaða svona eins og maður segir ákvaða peysi þú ætlar að vera og jú, það eru hraðastjórar með blöðrur merktar hvenær þú ætlar að klára fyrir 10, hálft og heilt þannig að það breytist ekki, við ætlum að bjóða upp á þá þjónustu fyrir þá sem að keppa. En byrju þið eru með keppnismiða í öllum þessum flokkum og þið eru með eitthvað helmingi fleiri hraðastjóra þá núna? Nei, við erum með þessa þjónustu fyrir keppnisflokkana núna. Já, en þú veist, það ekki með hraðastjóra fyrir almennaflokkin? Nei. Við náðum ekki að manna það. Nei, ég ætlaði að mynda að segja það er bara að vera með helmingi fleiri. Draumurinn var að vera með bæði. Já, einmitt. En þegar við fórum í að manna þessar stöður þá við fórum 17 hringi með það. Þú veist, eigum við að skipta eigum við að taka hröðustu í keppnis en svo kemur upp á daginn að það geta sjálfsög allir keypt sér keppnismiða því þú heitir keppnismiði að þá aðalmunurinn að þetta fólk sem vil fá skráðan tíma sinn og möguleika að skrá sig erlendis í ykkur hlaup og möguleika á aldursflokkavelunum og svo framvegis. Sko, mér finnst náttúrulega allir að vilja skrá tíma sinn. Já. En ég skráði mig og ég ætla ekki að skrá tíma minn. Nú? Já. Þannig að það er slútt fyndið ef ég bara eitthvað, mér finnst allir að gera það en ég var einhvern veginn ekki í stuði fyrir það núna. Nei, ég veit, og þetta bara búið að þróast við erum með ofsalega breiðan hóp af fólki. Já. Ofsalega breiðan. Með misjöfn markmið. Já, með rosalega fjölbreytt og misjöfn markmið. Já. Og þannig ég skil báðar valganir. Já, ég skil það. Og við erum búin að vera eftir fremsta megni að auglýsa þessa breytingu og kynna og senda tölvupósta og samfélagsmiðlupósta og fara með til fjölmiðla svo kemur bara ljós við erum bara að vona að allir sem vilji fá tíma sinna skráðan séu með rétta miða. Já, er ekki alltaf einhver eftirvinnsla með allt svona? Ójú, vikan eftir hlaup hún er öðruvísi pressa en svona þá erum við að ganga frá öllu allt hafi gengið vel upp og reyna að loka allir. Alveg búin á því náttúrulega. Já, það er ekki mikil orka eftir en við erum skælbrósandi. Já, oftar en ekki. Oftast allavega. Oftar en ekki. Já, en bara svo það kannski komið fram, ég náttúrulega vann með ykkur í 3 ár og sáum upplýsingu og kynningamál, þannig að ég svona ég þekki það eins. Þú hefur upplifað þessa stemningu. Já, en ég bara einhvern veginn, þess vegna var ég bara eitthvað, bara fólk vissi hvað gerist bak við tjöldin til að halda þetta allt en ég fór einmitt líka samt að spæði þú veist þegar tíman eru bara búin að breytast að einu sinni var 10 kilometra bara langt og marathon var bara eitthvað hetju vegalengt í dag er eiginlega marathon orðið bara svona eins og hálfmarathon kannski var fyrir nokkrum árum og 10 bara eins og 5 þú veist þetta er eitthvað svona þetta er orðið ókslega skrítið ótrúlega skemmtileg þróun er ekki að fjölga í lengri vegalengtunum. Og það var eins og ég var að segja við áðan, við erum með uppselt núna yfir 4250 manns í skráði hálfmarathon og í fyrra þá náðum við að teygja bógan í 3250 þar á undan sáu ekki þörf á því að hafa fleiri mið en 2500 að gera fyrir 3000 manns í hálft var bara ekki allt í standi þú veist, haldið að komi svona margir en ef við fögnum þessu, það er bara orðið ótrúlega breyting í hlaupa menningu þjóðarinnar. Já, það er eins og maður sé, það er allir út að hlaupa. Já, og bara hlaupa bara hálfmarathon bara á laugardegi fyrir 9, ég skildi ekki, Og sem er frábært og við náttúrulega þurfum að bregðast því. Já, en
ok, man ekkert hvað ég ætla að segja. En já, ok, en þetta allavega, en hvað margir skráðir í 10 kilometrum? Við getum skráð 7500 manns í 10. Og veistu hvað margir? Veistu hvað margir? Núna eru 5000 síðast tekka á sig Já, einmitt, það fyrstu dag fyrir. Það eru svona, bara þannig gerir ykkur greið fyrir það sést síðustu dagan eins og í gær voru seldust 318 miðar á 9 klukkutímum. Einmitt. Þannig að þetta er bara því nær sem dregur hlaupi að þá hérna. Þannig að það eru kannski bara eitthvað 2000 miðar eftir núna viku fyrir. Mér minnir að hafa verið 15 eða 1700 miðar eftir. Já, þannig það verður uppselt. Á þessi selju, ég skal ekki staðfest, ég skal hengja með það. Nei. Það er max 2000 miðar eftir í 10. Mér minnir að það sé 15-1700 miðar. Já, og ég man alveg hvernig síðasta vikan er, sko. Já. Þú veist, það er náttúrulega mikið framboð að hlaupum líka. Þannig að fólk er oft sérstaklega í 10 skemmtiskokk. Já. Að fólk er meira búið að ákveða sig að hlaupa hálft og heilt. Það þarf að þjálfa vel fyrir það, undirbúningur. Það eru fleiri sem að svona, ég skelli mér í 10. Já. Það er svona búið að vera kannski að koma sér í gýrin yfir sumarið. Já. Og en ákveðu svo, smá bíðt veðurspáni, ég ekki og læti svo vaða. Ok, en ef þú ert eftir að skráðu og ert að hlusta núna, þá myndi ég bara fara að skrá mig því að það þýr ekki bíða með þetta. Ég held ekki. Nei. Þú veist, með við þetta. Það eru í gær voru 13.600 manns í heildina skráður. Já, er ekki metið eitthvað 16.000? Nei, metið var ég man ekki hvort það var 2014 eða 16. Já. Það var 15.500 í heildina skráðir. Já. En þáttökum metið, að því við erum að því við erum alltaf í tölfræðinni. Já. Það er annars vegar skráðir þáttakendur. Já. Og svo er það þeir sem að hlaupa. Það er alltaf forföll og afföll af þeim sem að skrá sig og taka svo þátt. Já. Þannig að þráttur að hafa verið 15.500 mann sem skráði sig árið, að það var samt sem að þáttökumett í fyrra. Já. Það var 13.800 mann sem kláruðu að hlaupa. Því nú eru komið flögur á öll númer og við sjáum hverju byrja og klára. Okay. Það í fyrra voru 14.600 skræður. Sæl, ok, já, hvað vantaði það 1000 manns? Já, það kemur bara helgina. Ég veikar ekki því. En skemmtiskokkið, nú er það tekið breytingum, þú veist, það var Já. Sko, þetta er nefnilega mjög fyndið því að þetta var náttúrulega Latabæjarhlaupið einu sinni. Jú. Og ég hef oft grínast með það að ég hef svona snert Reykjavíkurmaraþonið frá mörgum áttum, ég hef verið eitthvað þjálfa auglýsingaferðina og ég hef verið Adidas sem var þá aðalsponsor og bara alls konar. En ég hef nefnilega verið upp á sviði með Magga Skeving að hita upp barnahlaupið. Alveg rétt. Og bara eitthvað, þetta er fljótasta kona á landinu, sýndu okkur hvað getur hlaupið hratt. Og ég var svona smá úlingur, ég átti ekki börn eða neitt og ég var bara eitthvað, hvað þetta er hræðilegt. Og svo er ég að hlaupa svona staðinum og allir bara, vá, eitthvað, þú veist, og ég bara, akkur lætum maður þessi hafa stundum í alls konar. Já. En já, þetta var náttúrulega Latabæjarhlaupið og þá náttúrulega bara hlaupuðu, en núna er þetta orðið bara, þú veist, þetta er orðið miklu meira batteri, það er verið fróðuvélin. Já, sjálfsög, við megum ekki sleppa henni. Nei, hún er geggjuð. Það er spurt árlega, verður þetta ekki örugglega aftur næsta ári? Já, myndirnar alltaf úr fróðuhlaupinu. Já, það er svo skemmtilegt við þetta er að fólk hleypur fram og tilbaka og svo aftur áfram. Já. Þeir sem vilja fá sér mesta upplifun úr fróðinni. Já. Þetta var, eins og segir, var Latabæjarhlaupið, það var náttúrulega Georgslaupið, þetta hefur verið 600 metra hlaup og svo, þú veist, 1,8. Svo er bara þróunin hefur verið hjá okkur að það er ekkert allir sem komast 10 kilometra. Nei. Og það er rosa mikið af fullorðnu fólki og fjölskyldu fólki og bæði börnum og líka fólk sem er erfitt með að hlaupa að labba langar vegalengdir. Þeim langar að taka þátt og þá þess vegna fórum við að bjóða upp á þessu vegalengdir sem að flest rætt að ráða við. Já. Og það er áfram þannig að þú getur farið 1,75 1 kilometr 75, þess að tæpa 2 og svo 3 kilometra. Ég man nefnilega þegar við vorum inn á skrifstofu að vinna í þessu. Já, og svo bara veluru, þú veist,
hvort hérna Því oft vilja sko börnin hlaupa Já. en ekki endilega verið í kerrunni og eitthvað, þú veist, og það ætti alveg að ráða við 1,8 og Já. 1,7, já. En það sem sagt, já, og við erum bara að færa í þetta, það alls konar furðuveru og tónlist og fróða og þetta svona upplifun, svo búið til stemningu kringum þetta. Svona kallar og stultum og alls konar eitthvað, var einhvern tíma? Já, það, þetta verður það verður ykkur dregi og fálki og tröll og fljúandi hvalur og alls konar furðuverur. En verður uppselt í skemmtiskokki? Það hægt? Sko, við vorum 50 miðum frá því í fyrra. Já, okay. Bara við föttuðum það alveg hreinskilin. Þetta hlaupi sem selst í ástæðinum. Það var spáin ágætt og það bara við varum með rosa góða málum á miðvikudegi, við bara heyrðum þetta bara flott, nóg miðum, eins og við höldum við séum alltaf með allar vegalengdir. Sjálfsög. Það gæti alveg gerst að það selst upp. En fólk að skrá sig og börnin sín? Eða bara börnin og hleypa með? Eða þarf fólki að vera líka með númer? Já, við viljum að allir séu með númer og við höldum verðin á skemmtiskokkinu bara í sögulegu lágmarki með upplifun og púst sem sett í það en við bjóðum upp á að þeir sem eru búnir að hlaupa þú veist, þannig eru við vitum til þess og það mjög vinsælt að taka 10, hálft eða heilt það svona fyrir til hversu hraðir hlauparar eru þetta Esklan 12 að hlaupar sem búin að hlaupa morgunin komi og saminist með fjölskyldunni og noti þetta sem niðurskokk eða bara sem auka kílómetra fyrir hlaupi sem áttu morgunin og þá leyfum þeim sem eru búin að hlaupa og eru með sitt hlaupanúmer þeir þurfa ekki að kaupa annan miða þeir nota bara sitt hlaupanúmer og þetta það sem var í fyrra var að það voru 5.000 manns skráðir en Halaróan sagði okkur að þetta var miklu nær 10.000 mann sem voru að fara og þá var það einmitt út af því að fólk var að bætast í með sín hlaupanúmer og sjálfsög og mikil stemning. Já, þetta svona fjölskyldu viðburður. Já. Allan daginn bara. En svona, þú veist, ertu núna viku fyrir hlaup 2025? Ertu byrjað að spá í 2026? Ég ætlaði mér að segja að þú veist, síðasta vika við erum svona bara að renna yfir to-do-listan og sjá allt sé í bóksi og allt sé upp á 10 brauti sig í standi, þú veist, að fara alltaf rétt að staði en baka tjöldin að þá erum við búin að stilla upp skráningu fyrir 2026 það byrjað að mæla brautina fyrir 2026 það sem gerist á næsta ári að við munum færa endamarkið við vorum beðin það af Reykjavíkurborg að bara af öryggisástæðum að vera með endamarkið annars þar og það vegna þess að við viljum vera sem samnýta daginn að það marathón og menningarnótt og fyrir mörgum menningarnótt ekki án marathóns þannig að það erfitt að slíta í sundur en það sem við þurfum líka að horfa í að fjöldin í bæði marathónu og menningarnótt að aukast og búin að vera að vaksa og já, bara aukast ár frá ári þannig að til að bregðast til því að þá það sem að gerst eftir hlaup þegar fólki er komið út í menningarnótt þá eru við niður í götu að ganga frá og loka okkur af og passa að taka sama búna bara á örgan hátt og keyra svo í burtu sem hefur gengið bara þrusu vel þetta á sér stað hins vegar á sama tíma og fólk er að koma niður í bæ að mæta fyrir já, þannig að bara áður en eitthvað slys verða eða árekstrar eða eitthvað og við erum líka bara, fólki finnst við fyrir skilur það er bara leiðin í menningarnótt og það þarf eitthvað að segja fram hjá okkur og En ertu að fara að segja mér hvert þú ætlar að færa markið? Gissgötu. Ok, ég á Hafnarfirði. Hvað er það? Já, ég veit hvað hljómskála Já, við fórum í vinnu í fyrra lók síðast ás og lók síðast ás
að finna þá, þú veist, það svo, þú veist, okkur finnst alltaf bara, það hefur alltaf verið Lækjargötu, fyrir framan MR. Ég smá leið. Já, og við erum með sorg í hjarta. Já, ég finn það. Við megum alveg segja það upp átt. Mér stu segja mér sorgarfréttir. Þetta var alls ekki eitthvað sem að kom frá okkur, svo það sé sagt. En Geirsgata hvar? Geirsgata samt ekki langt í burtu. En erum við ekki að hlaupa samt í gegnum Lækjargötu? Þetta er ekki Lækjargata. Það búið að tekna upp 2 leiðir og það verið að mæla þetta allt núna. Það verið að passa upp á að við getum farið. En en hvað markið í ár? Markið í ár samastað, Lækjargötu. Og startið líka samastað. Við færðum það út á COVID á sínum tíma. Þá færðum við þetta byrjaði og enda á samastað. Já. En svo var COVID og við vorum að hugsa hólfin, þannig að þá færðum við það sem er núna og bara flott. Já, og líka bara sögum út af flæði á fólki, sko, að það verður að slíta þess undir á Sandamark. Geirsgata gatan sem keyrir það sem að nýja hverfið hinum megin, sérst við sjóin. Þú veist hvað Parísarhjólið niður í bæ. Já. Þetta gata meðfram þar, hlýna góluportinu. Ok. Já, ágjur og ætlaði að vera hinum megin. Nei, engar ágjur. Það bara flott gata enda í og svo bara flæða allir inn á Arnarhól, skilurðu, þú veist, það eru svona aðeins, við erum ekkert að færa okkur langt, en svona aðeins Ég ætla ekki að segja ég sé spennt, en ég leið mér að melda þetta. Ég ennþá að melda þetta sjálf, þannig að við gerum bara gott þessu. Ok, en þið eru ekki að nota byssu lengur? Nei. Og við erum alltaf að vita hvað við erum að hugsa. Ég sé bara fyrir mig myndina borgarstjóra. Í frakkanum með byssuna. Þetta var eins og atriði úr Batman mynd, eins og hann væri svona villen. Þetta er ótrúlega svöl mynd. Já, þetta fór eitthvað svo á Twitter og eitthvað. Það er alltaf eitthvað að tala niður eða eitthvað, þú veist, og svo kemur bæjarstjórinn og hann skýtur úr byssunni og eitthvað, og svo var hann í svona brúnum frakka, svona lausum og hélt byssunni einhvern veginn svona niður. Þetta var svo geðveikt fyndið, sko. Og hann náttúrulega sem var það bankastjóri, hún eitthvað með byssu og svo sáum við Friðrik Dór og svo var hann eitthvað að syngja og bara hei þið og benti svona með byssun og benti. Þegar Friðrik Dór tók byssuna og fór að benda á börnin og foreldræðra að það held ég aldrei kvítnað jafn mikið á minni lífslið standa þarna bara. En hann líka fatt. Já. Oh my god, það var svo geðveikt. Það var á því augnabliki þegar borgarstjórinn og Friðrik Dór voru að leika sem byssuna og þá sögðum við, þetta í síðasta skipti sem þessi byssa verður notið. Það skal tekið fram að þessi byssa er alltaf með púðurskotum, sko, þú veist, það er ekki með þessi þessar byssu, en þú veist, hún lítur út eins og venjuleg byssa. Já, þetta er bara svona eins og bara líka leikfangabyssa já, í rauninni, sko, já, þetta var ógeðslega mynd, en núna er talið niður því það er náttúrulega gert meira í hlaupum erlendis. Já, það má ekki tala niður í keppnis hlaupi. Hvað gerir þá? Takið ykkur stöðu, verið viðbúinn og svo kemur hljóðmerki. Já, það er bara eins og frjálsíþróttamóti. Já, það er bara eins og núna erum við með Íslandsmóti í maraþoni, það er alltaf upp á 10 þar. En byrju segja þetta á íslensku og ensku? Ég held bæði. Já, bæði. Sá sem er að starta, það er sagt bara verið viðbúinn, get ready, þú veist, þetta er bara í svona. Ok, þegar ég var að keppa í Svíþjóð, þá var bara eitthvað på det plats, þú veist, og svo fætig, þú veist, þú segir bara svo kemur bara svona lúðra hljóðmerki núna. Já, fólk bara fattar að það er verið að segja eitthvað. Já, og svo líka bara eins og með byssana, þú veist, það var löngu hægt að heyrast í henni. Já, nei, nákvæmlega. Það verður bara, já, þú veist, þetta er svo mikið hafa fólki og til dæmis til að taka fram, við erum hægt að vera með kynni í Rásmarki. Við erum ekki búin með kynni í Rásmarki í 3 ár. Já. Og það var ástæðan var að þó bara eftir veðri hvort þú heyrði hvað hann sagði, sko. Já, mann enda ekki að hlusta. Nei. Ekki neitt, sko. Nei, þannig að við erum bara búin að taka allt upp, all skilabóðin sem svo er því bara blastaði hljóðgerðið inn á milli. En þið eru duglega að fara ellendis og þú veist, fylgjast með hvað gerist í hlaupaheiminum. Já, við reynum það. Já, það er búið að vera alls konar nýjungar á Reykjavíkurmaraþoninu, sko. Já, við erum að reyna að þróast í Já, það búið að vera náttúrulega eins svolítið lengi, sko. Já. Ok, en og Fit og Run, það er á 5. degi og 1. degi. Er það ekki? Jú.
og þú veist, það samt ekki eitthvað 2-7 eða eitthvað, það eitthvað svona, fólk það bara virkilega, eða þú veist, það þarf að vita tíman. 7 til 7:30, báða dagana. Komið nýtt núna, like it. Ég man þetta var, ég gat aldrei muna, það var alltaf sikkur tíminn. Ég veit það, þess vegna breyttu við því. Ok, fyrir svona manneskjur eins og mig, fínt. Þannig að það til 7:30 báða dagana, og að þér talum þetta við þig, þá vil ég hvetja fólk að koma á fimmtudaginn. Já. Röðin á föstudeinum, það svona eins og fólk, ég að fara á morgun í hlaupi, best að sækja með hann. Já, það einhvern veginn bara rólera, bara kemst hraðar í gegn, nýtu þess að vera á fittarönn aðeins betur. Þetta ekkert eðlilega mikið af fólki sem mætir hann og sækja gögn sín. Það mikið stemning, ótrúlega flott frambúð af fyrirtæki líka á fittarönn megin. Verður þetta allt í frjálsutahöllinni? Já. Okay. Það var það var bara í fyrra. Það voru að setja nýtt golf á frjálsutahöllina. Þannig að við þurftum að skipta okkur aðeins upp. Það var bara svona, það var bara eitt skipti. Já, mér varst ekki, ég var ekki hrifin. Nei, maður það stundur bara aðlaga sig því sem í boði. Já, einmitt. Ok, og þú veist, þú sækir númerið og svo ertu komin í fitnessrun-hátíðin og þar eru bara alls konar fyrirtæki og samstarfsaðilar en þið eruð ekki að halda fitnessrun, þið eru bara með númera. Já, við erum bara með afhendingugagna og ekkert bara, við erum með afhendingugagna. Já, sem bara helling. Og sjálfstöður erum við samstarfi svo við fitnessrun. Já. Sem að halda svolítið utan það en auðvitað fá okkar samstarfsaðilar sviðsljósið svolítið. Já. Mikilvægt. Og það bara, við bara höldumst í hendur í góðu samstarfi við Ómar þar sem að skipuleggur það. Ómar var alveg þreyttur á mér þegar ég var Miss Adidas, sko. Já, ég held að Ómar sé alveg jafn þreyttur og við eftir hlaupið þegar við fitnessrun búið. Þetta ekkert smá margir básar og mikið af fólki og alls konar spurningar, þú veist, þegar verið að stilla upp og gáka frá og allt þetta. Já, því að svo sko keppni líka. Eitthvað flottasta básin. Já, og veist. Stórskemmtilegt. Já, og ég náttúrulega keppniskona og eitt árið þá spurði ég svona, ok, hvað ramminn, þú veist, sem ég má vera með, eitthvað, og hann alveg, svona mikið metra sinni, svona mikið metrar og eitthvað. Svo horfði ég bara upp og það bara fullt af plássi hérna frá hann. Þannig að við bjöggum til svona hatt fyrir ofan og vorum með, þú veist, í loftinu? Já, Adidas og Reebok og Ómar var ekki glaður með mig, þetta var svo gert mikið vesen og ég ætlaði að vera með hann hattur ofan básinn, svo var ég alltaf hrædd að myndi detta okkur og svo kom árið eftir og hann alveg, það engin hattur það bara nokkuð og ég bara, nei, hann alveg, já, en þú veist, og ég sá, hvað má ég fara hátt upp og hann bara, óguð Silja, þannig að ég tók hann örugglega bara 5 metra hátt plakkat upp í loftið og lokaði náttúrulega bara hálfum sýningarsalnum, sko, ég var ekki alveg búin að pæla í því og hann bara, guð nei og svo hætti ég hjá Adidas og mæti svo með Ljónshjarta, góðgerðarfélagið og þá vildi ég vera einhver annar staðar og ég vildi breyta einhver og færa eitthvað og þú veist, og hann var bara, oh my god, ég losna aldrei við þessa konu það var alltaf eitthvað, sko þannig að, nei, þetta er flott og það eru líka náttúrulega alltaf einhver góðgerðarfélag sem að svona óskæfti því og borga eitthvað lágmarksverð sem eru líka með bása og eru að afhenda sínu hlaupurum, sko, og bara kynna sín félög og afhenda hlaupagögn það marg félögur með sína sérstaka bóli og aðrir bara hlaupar að stoppa við á sínum góðgerða básum og bara segja hæ og bara þakka fólki bara fyrir, helsa sko. og klappa bakið og svona maður fær alveg peppin í daginn, maður fær gott í hjarta að sitja sem góðgerðarfélag og taka á móti hlaupurum og ég aðeins klökna núna er ég að segja þér og fólk er að koma og mitt og segja bara eitthvað, þú veist, já, ég ætla að hlaupa fyrir þig og strákana, þú veist, eitthvað svona maður bara, ok, bara takk fyrir og eitthvað, og svo er náttúrulega fólk í þessum bólum, sérðarlega, ég blöyti augunum. Ég er með svona gæsa húð hérna upp. Já, nei, og svo sérðu, sko, þú ert að hlaupa og ég verð alltaf bara svolítið emotionalis þetta, því að ég sé, sko, þú veist, einhvern hlaupa og, þú veist, og við tengjumst Ljónshjarta fjölskyldan og fleiri sorgarfélögum og þá kannski stendur, þú veist, fyrir pappa eða eitthvað svona og maður alveg bara, bara með gæsa húð og eitthvað svona, sko, þetta er æði, sko. Þetta er svo flott og, þú veist, bara passjónið og metnaðurinn og
og ástriðan hjá þessu fólki á baku þessi félög bara dásamleg. Þetta fallegasti dagur ársins. Þetta það. Þetta bara, þú veist, og við þurfum ekkert að fara leynt með það. Það bara, og við reynum árlega, svo þetta líka eins og að segja, þetta ekki bara hlaupið, þetta líka stærsta söfnun ársins fyrir þessi góðgerðarfélag. Sko, ekki nóg með það, út af því ég var formaður Ljónshjarta og þetta var, sko, sum árin var þetta eiginlega bara eini peningur sem við fengum inn til þess að halda út í starfi og þú veist, all góðgerðarfélög eru náttúrulega að safna pening út af einhverju, þú veist, við vorum að safna í sjóð sem að hét fyrir Ljónshjarta börn, þar sem að við niðurgreiddum alla sálfræðiþjónustu barna, því það er ekki sjálfsagt þegar einhver missir einhvern og þetta var bara eina tekjulindin okkar, þannig að þú veist, við sem að vorum í stjórn og bara eitthvað, þú veist, við þurftum bara svoleiðis að smala fólki og ég man að Rikki G hljóp einu sinni fyrir mig í donutbúning. Alveg rétt. Já, ég held að, þú veist, Öddi Blöð hafi eitthvað sagt, ok, þú nær 700.000 þá hleypur í donut, þannig að þú veist, það náðu við, þannig að fólk alveg í alls konar svona, þú veist, svona, ég ætla að segja, leikjum til þess að lokka okkur hinn, til þess að styrkja og bara, þú veist, ég vil bara hvetja ykkur til að styrkja, ef fólk að hlaupa fyrir eitthvað, það einhver ástæða fyrir því, það þekkir einhvern og það eitthvað, en það sem ég langar að biðja eitthvað sem að hlusta, að finniði ungu krakkana á hlaupastyrku.is þau eru með markmið og þau, ég lofa ykkur því, þau eru að rífresa og gá hvort að þau sé að ná markmiðunum sínum. Þú veist, þannig að ef eitthvað langar bara að styrkja eitthvað fallegt, en þau bara finna þessi börn og hjálpa þeim að ná markmiðunum sínum. Því að er alveg geðveikt að fylgjast með þeim á hlaupadegi að þegar þau bara láta verkin tala, sko. Já. Þetta var væmni parturinn, ég verður alveg smá klökk, sko, alltaf eitthvað að tala góðgerðarfélagin á þessa tíma, sko. Já, það bara fylgir, þetta er bara jafn mikilvægur partur af þessum viðburði eins og hlaupið, sko. Manni að rétta 260 milljónir eru. Já, tæpar. En það ekki, eitthvað það. Það metið. Já, í dag komið 132 og ég held, þú veist, ég ætla að gefa mig það. Við gætum brotið múrin með við þær tölur. Já, ég ætla að segja, þú veist, með við reynslu síðustu ára, sko, þá er þetta bara ansi promising, því að núna fer allt í gang, sko. Og við bara vonum það, við vonum alltaf að safnist bara sem mest. Sjálfsögðu, sko. Því þetta eru nauðsynleg innkoma hjá þessum félögum. Já, og við segjum líka oft, sko, þú veist, þetta eru félög sem er gott að hafa en enginn vill vera í. Já, emitt. Þú veist, það er svolítið þannig, sko. En brautamælingar. Já. Eru þið að sjá það eða er frjálsveitarsamband að sjá það? Við sjáum það, við byrjum ábært því. Við fáum sérstakann, Ingólfur er sá sem að mælir fyrir okkur. Hann er með alþjóðaréttindi að mæla brautir. Já. Og það er sko, fyndið og skulle fann mælingar en skemmtilegt skemmtilegt já, þetta er eitthvað svona sem að maður er aldrei spurður út í sem er skemmtilegt, að þetta er áhugavert það þetta er svakaleg vinna og við erum náttúrulega með 3 brautir þetta er 10, 21 og 42 og skemmtilegt sko ekki þú veist, það er fljótgert en það sem samkvæmt þessum alþjóðareglum svo þetta sé gilt hlaup og keppnislaup og þá þarf sko að mæla undir vissum veðurskilyrðum það þarf alltaf að vera á götu og ef það er til dæmis við oftar en ekki, það er eiginlega aldrei þannig að við getum bara nota sömu brautin aftur alveg eins og var í fyrra, af því að það eru líka vegaframkvæmdir og það er verið að grafa upp Reykjavíkurborgi í pörtum og þannig að þá þarf ofta að finna einhverja nýja leið. En það er samt oft samtal sem að þið eigið allt árið við Reykjavíkurborgi. Já, það er allt árið umkring og það finnst alltaf lausn á því en þetta eru rosa reglur og það þarf sko að vera viss veðurskilyrði, það má ekki vera kalt, það má ekki vera rigning og og það mælst styrsta leiðin það eru bara reglur samkvæmt mælingar standardnum og þetta er gert á hjóli og það er búin til skýrsla og þannig að og þetta er allt búið til og sendt út og frjálslega sambandi fær inntaka af skýrslunni líka fyrir dómara, þannig að
þetta getur tekið sko 3 mánuði Já. að mæla brautnar. Það að gera nokkur sinnum með það. Nei, það er þá bara að því að til dæmis í fyrra þá ringdi 70 daga af 80 eða eitthvað. Já, einmitt, já. Þá var ekki hægt að Eins gott að Ingólu var ekki ferðalagi þá. Nei, einmitt. Og þannig að og já, og svo þarf bara þegar það er búið að grómæla og svo þarf bara að vera upp á millimetr. Og þá kemur oft í ljós að því við þurfum að byrja og enda á sama stað með alla vegalengdir, það er draumastaðan, annars þyrftu öðrum nokkur rás og hólfa og eitthvað, það gengur ekki upp. Nei. Þá er þetta rosa fínpús, svona, þú veist, mikið fínpús að mælda rétt og finna, þú veist, við þurfum að vera með snúnispunkt best að hann var og þannig að allt sé á réttum stað. En eru mótshaldarar, hlaupahaldarar, eru þau alltaf að mæla breytnar? Er ekki frjálsöldildin að gera þetta einhvers staðar? Frjálsöldsambandi? Nei, það er í höndum hlaupahaldara að mæla breytina. Okay. Ég held að til þess að fá þetta vottað, þá kemur frjálsöldsambandi með dómara og eitthvað mælingu. Og Já, í rauninni sko, það er í okkar höndum að fá þessar mælingar og borga fyrir þær og senda þessa skýrslu. Já. Þannig að þau sjáu að það sé búið mælaða rétt. Frjálsöldsambandið sér svo að getur skaffað, þú veist, dómara. En við hefum samt bara síðan það sjálf eða ekki? Við hefum verið sjálf með dómara og fengið alltaf öll árin einhvern dómara frá frjálsöldsambandið. Okay. Það er bæði. Eru þið búin að sættast? Erum við? Já. Já, við erum búin að sættast. Ég hugsaði, ok, það er allavega það er komin sátt, það kom keppnis og almenni með þig, þetta var rosa drama. Það var unnið að sátt allan tíman, verið að reyna að vinna sátt. Já, verið að reyna, já. Og það leysist eitt á endanum, eins og maður segir. Já, og svo eru drykkjastöðar, það eru á 5 kilometra fresti, cirka. Já, 4 til 5, já. Ok, en þú veist, það er, þú veist, vatn og Gatorade og eitthvað svona nema kannski í marathónu er þá komið eitthvað auka snarl? Já, það er merkt inn á heimasíðan okkar, þá er hægt að sjá hvar drykkjastöðnar eru og hvað er í boði á hverju drykkjastöð. Það er þá eins og fyrir marathónu að þá er að mér minnir á annarri hvorri drykkjastöð er þá í boði, þú veist, banani, eitthvað svona auka orkurhessing og fólk getur, hlaupara getur komið með sérstaka drykki til að setja á eða með einhverja sérdrykki. Já, á einhverja sérstaka stöð. Og við þurfum að fá þá afhenda í afhendingu gagna af því að við þurfum að taka þá drykki og fara með það út á braut. Einmitt. Og stilla þeim upp. Eru margir sem nýta sér það? Það er rosa misjafnt eftir árum. Já. Það hefur alveg komið gusa í því og svo kannski árinu setna ekki svo mikið. Margir koma með sérstaklega drykki en drekka þá svo ekki. Nei, einmitt, bara vera þetta er oft svona, bara þú veist, mér gæti langaði í þetta. Einmitt. Ég man að einhvern tímann var Arnar Péturs, hann var búin að setja eitthvað svona járnvír svona, þannig að hann var að æfa sig að þú veist, taka þetta svona sem ekki að stoppa. Og sett hendin inn í og kiftið með. Já. Þannig að það er alls konar í því. En já, er eitthvað meira að fara að breytast núna, kannski næsta árum? Sko, mesta breytingin í ár er þessi að við erum að skipta í mismundir ásahólf, þetta keppnis og almenna og við erum að fara með beina útsending á Vísi. Já, það vissi ég ekki. Yes, það er nýjasta. Þannig að við erum búin að vera að undirbúa það í þessari og næstu viku. Já. Það var bara löngu komið tími til. Já, en þetta verður eitthvað út í braut líka? Já, þetta er nefnilega búið að hugsa þetta ég með langar að segja, við erum búin að tala þetta í 5 ár. Já. Og af því að þetta er svo stórt og svo marga vegalengdir og þá var þetta alltaf svo rosalega mikið production og kostnaðarsamt. Já. Að við gátum ekki réttlætt einhvern veginn að peningur fari í það. Já. En svona með bara nútíma tækni og þróun á
þróun því bara í gegnum síðust 2 ár að þá getum við loksins gert þetta og það verður semst þannig að það verður rás og endamark og braut þannig að fólk, þannig að hann tótt eitthvað því á skjáskot sér útfærslu þessu og við erum búin að líta okkar maður hann er með sitt heimi og það sem okkur langaði að gera erum að útfæra og vonum sé ekki að segja eitthvað sem ég má ekki segja að hugsunin er að við erum með svæðistjóra við erum alltaf með tæplega 600 sjálfboðaliða fyrir mig tölum það eftir við erum með svo kallar svæðistjóra að þetta svo margabrautir og svo mikið að lokunum og skiltum og fólk vill alltaf komast og keyra yfir brautina eða skilur keyra eitthvað og festist heima og eitthvað keyrði bara á eitt sjálfboðaliði það er því miður gerist oftar en ekki að þá langar okkur að þetta fólks ber ábyrgð á vissum part af leiðinni er á hjóli og passar allt sér í standi allt tilbúið þegar hlaupari kemur á stað og aðstoðar þá ef það er eitthvað brjálaður ökumaður sem ætlar að fara yfir þá getur hann mætt og bara verið þessum starfsmann til hals og traust að því að þessi starfsmaður er hann á staðnum og búin að græja allt og allt er tilbúið þá var hugsun að hann fengi svona QR-kóð og myndi bara á sínum síma sína frá bara fyrstu laupurum og livestreama þannig gerir þetta svona fast starfsmenn með og svo verður spirill og líka tökuteimi en það er verið að útfæra þetta, kemur ljós eftir viku þessu verið hrindig þannig að ég hugsaði bara, vá, og er það bara hægt? Já, tæknin það er allt hægt þannig að og þá erum við eru allir svolítið að taka þátt í að ég held að mesta spennan það er ekki bara að sjá fólk leggja stað eða koma í mark það er svona að upplifa svolítið að vera svolítið partur af hlaupinu hvað er hlauparinn að upplifa á leiðinni hvernig er stemningin? Mér finnst alltaf svolítið, það er alltaf mjög skemmtileg Hvað er drykkjastöð? Það er margir bara, hvað er drykkjastöð? Já, veit það ekki. En mér finnst einmitt gatan sem að það er oft bara einhverjir með bara lúðra hljómsveitina rétt eftir háskólabíó sem kemur inn, hún svona mjógata Lynghei. Já, það er alltaf, mér finnst alltaf svolítið skemmtileg stemning Lynghei fyrir ekki heidi. Já, og út á Seltjarnarnesi, aflíðandi brekkan, það er alltaf rosa partur þar og þetta er dásendin við þetta að þetta er sjálfsprottin stemning hjá íbúum í þessum götum geðveikt og þetta bara smitaðist út í kosmosið og er bara og það er svo dásalegt að heyra hlaupar sem bara, ég hlakst til að hlaupa það er allt svo óslega mikið stemning það eru bara bílskúrsbönd og eins og segir Óli á hornin er að æfa sig á saxofónin og krakkarnir er að spila trommusól og pottana og það er þetta einhver með garstlengu gefa fólk að drekka bara svona aðeins að fá hlaupa undir og bara heitt og þetta er skemmtilegt og þetta gerir þetta svolítið lífilegt en það eru hvað, sagður 600 sjálfboðaliðar það eru 780 hlutverk í viðburðinum og með minnir 583 sem sagt sjálfboðaliðar fyrir íþróttafélagin Reykjavík við árlega auglýsum eftir og viljum gera samstarfið þau því að þau mæta þarna með hópa og fá styrk á móti allir fá greitt fyrir samt að mæta en félagi fær greitt þetta eru félag sem er að safna fyrir æfingaferðum, búningum það er allir með sitt og er þetta ekki mikið mál? Jú, þetta er einn af okkar stærstu hausverkum að það er að hver og einn starfsmaður viti nákvæmlega hvað hann á að gera og mæta réttu tíma á þessum stað sem segir, og hann á að segja þú styrir ekki að tala við við fundum það sem að við gerum er að funda með öllum svæðistjórnunum sem eru 17 við fundum með öllum sem eru yfir drykkjastöðum við fundum með öllum hópstjórum og hópstjóri getur verið með 5 til 14 manns það er maxi er 14 undir sér
og þeir eru öll tekinu fund, það farið yfir þetta, við erum með þess að sérstaklega starfsmanna síðu sem við erum búin að búa til. Undir því svo kallað svona heimasvæði eða það kallast app, þar sem að hópstjórinn fær lista bara yfir sína starfsmenn. Þú bara með starfsmann sem bara 200 til 210 þið gera þetta, vera þessum stað klukkan þetta til þetta og þið gera hver og einn fær bara lýsingu hvað hann á að gera. Í þessu appi að þá ferðu inn á kortið og ítir á þig og þá kemur alla þessar upplýsingar upp og þá sérðu líka hvar þú átt að standa, hvað skilti, þú veist, allt í kringu þig skilurðu, af því að það svo óþægilegt, bara eins og maður veit sjálfur. Það öðruvísi að sjá hvað á korti og svo mætiru og bara ekki örugglega hér. Hlýt að vera hér. Já, og þannig að mikil vinna og metnaður búin að fara í þetta til þess að sé engin misskilningur. Og eftir að byrja með þessu og erum alltaf að reyna að bæta og besta þetta, að þá eru starfsmenn miklu upplýstari og öruggari líka því að hópstjóri líka oft bara foreldri eða þjálfari eða þú veist og eins og við vitum að í öllu sjálfbæðilega starfi að þá dettur ykkur 3 út daginn áður og þú veist allur gangur því fólk getur veikst og eitthvað komið upp á og þá minna mál að koma mannesku inn í sitt hlutverk hvað hann á að gera með öllum þessum upplýsingum til staðar. Og þið eru með starfsmann hjá ykkur sem bara að halda utan sjálfbæðilega? Já. Hún Magga Níls starfsmannstjóri viðbura. Starfsmannstjóri viðbura? Já, og það fer við erum að rekrúta bara allt árið. Já, ég trúi því. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt og það er mikil stemning að vera með. Já. Þeim finnst þetta töluvert skemmtilegur en að selja lakrís og klóspapir til að safna. Já, ég trúi því. Það er líka bara gefandi að sjá glaða hlaupara. Já, bara svona. Ekki bara keppnislaupara nefnilega, því þú veist, það eru allir hinnir sem er svo. Og stemning og þetta er bara gleði dagur. Og taka bara þátt að einhverju leyti. Og sko sumir sem er að hlaupa 10 km, því að í dag er eins og 10 km sé orðið eitthvað lítið. Já. En sko fyrir mjög marga er þetta marathon. Já. Bara, þú veist, þetta er bara hræðilega mikið. Já, þetta er rosalega mikið. En ok, bara síðasta, það eru tímatakmörk á öllum hlaupum. Já, við erum með tímatakmörkin í okkur, eru 6 tímar og 30 mínútur í heildina. Já, þannig að þú veist, frá því að marathon hefst og þú veist, þannig að þegar síðasti hlaupari er farin hann að byrjunaleiðina, eru þið þó ekki bara byrjað að svona sópallu upp eftir það? Jú, á hverju braut. Það er við erum með undan að eftirfara og þeir láta sér starfsmennina vita að því að með síðustu hlaupunum þá er oft rosalega löngbið á milli. Já. Og þannig að við erum með svona eftirfara hjólum sem er að fylgjast með allra síðustu hlaupunum og enginn fer fyrir að þau segja gó. Já, nei. Og þá getum við einmitt kolli byrja að ganga frá. Já. Þannig að það hefur gengið rosa vel. En það er ekki fyrir og sumir við samt sem áður það er einhverju sem er í marathonu að koma setna. Já. Við endum þeim ekkert út af en við erum vissulega að byrja að taka til í endamarkinu og ganga frá og væntanlega eiga þau að fara þá bara upp á gangstétt. Já, og þeim bara fyllt upp á gangstétt, það er bara eftir þeim bara fyllt af þessu starfsfólki okkar. Ég væri ekki góður eftirfari sko. Ég hef ekki þólum með það. Þú ert meiri undanfari Silja mín, þú ert ekki eftirfari. En ég myndi samt hyllast sem undanfari líka. Ég bara já. Þetta er þrjusu vinna, það er ótrúlega mikið af fólki sem kemur nált þessu, það er ótrúlega eins og segir undirbúningur og ég hugsaði, við langt svo ræða baka tjöldin en svo fórst inn í það og stórskennlegt og það maður veitstuðum ekki alveg hvað maður á að byrja, að þegar við byrjum að undirbúa við erum byrjuð að undirbúa 2026. Já, einmitt. Það er bara komið í ferli, það er bara og 25 er ekki búið sko. Nei, það er ekki byrjað. Þannig að það er alls konar vinna sem fer af stað strax og okkur langar náttúrulega bara okkar gól er að leyfa viðburðum að stækka því að það er meira áhugi og bæta við upplifun á brautinni sem að verðist bara hvetja fólk að koma út að hvetja og við erum með skilti
Já, við erum með skiltakeppni núna. Já. Við erum búin að sjá, við erum búin að sjá svo mikil skemmtileg skilti. Já. Og þetta svo, þú veist, þú er náttúrulega farið erlendis að hlaupa. Já, ekki oft sko. Nei, Já. en ég farið nokkur sinnum og þú veist, að sjá þessi lesiskilti, þetta eitthvað svo... Mjög fyndið sem sko, og maður sér Ég er að segja, þú veist, það mikil húmor bak við þetta, oft þetta bara eitthvað skemmtilegt og bara, þú veist, áfram nonni og bara hlauft eins og eitthvað sé alltaf þig, þú veist, og bara svona húmor. Bara hvetja, þú veist, bara skiltið, bara þú ert frábær, skilur þú veist, þetta fær maður bara svona geggju típa, elsk þetta, þú veist, þetta gefur manni svona ótrúlega gleði hjarta. En áttu einhver svona moment sem er bara svona uppáhaldsmoment úr marathonu? Eitthvað svona sem að poppar upp bara eitthvað, já þetta var geggjað eða eitthvað. Sko, á nokkur úr já þau eru mörg sko, en mín bestu moment eru þegar ég sé alltaf hlaupa af stað, sem sagt þegar við erum að ræsa síðasta rásópin sem þá skemmtskokið, þá eru búin að ræsa allt hitt og þá svona hellist yfir mann. Þú veist, það er mikið tónlist í gangi, þú veist, ógeðslega mikið af fólki, þú veist, konfetti í loftinu, þú veist, þá kemur svona, ok, þetta tókst, okkur tókst þetta, þú veist, þetta að gerast, og svo kemur bara kortir seinna sorg, bara ætti búið. Já, einmitt, já. En hitt hins vegar að sjá, ég hef tárast við að sjá hvað allir að hjálpast að á brautinni. Já. Ég get alveg ekki það, ég tárast alveg, þú veist, á deginum bara, það eru börna aðstofa foreldra sína sem eru með hjálpatæki eða einhver sjúkdómi eða með gang eða og heilu fjölskyldan og vinahóparnir þú veist, bara við skulum taka þátt og vera með og þú veist, það eru allir eins og segir, bara fyrir pappa, þú veist, einhver hópur saman, þú veist, tveir í kerru og þú veist, ítandi ykkur í hjólastól, þú veist, þetta svo mikið passion og við erum báðar að fara að græna. Ég veit það, ég sko að hugsa moment. Já, ég að segja þetta, við erum báðar að græna, þú veist, það ekki að lýsa þessu, þú veist, ég get haldið endalaust áfram af því að þetta bara dagur þar sem ég er með gæsahúð allan daginn. Já, ég síðast þegar ég var að vinna með ykkur, þá var ég í markinu og var ofta að taka einhverja myndir og vídeo og eitthvað svona alls konar og þá kemur greinilega, og ég bara veit ekkert hvað fólk þetta og það kemur greinilega kona og hún var ekki með hárið sitt og, og var greinilega að sigrast á krabbameini og minnir að það hafi verið í pilsi og þar voru í einhverjum ból eitthvað merktum og þar koma hópur. Já. Ég var að segja lýsa þess aðan þessi moment sem var bara Nei, og þær kom hana og þær eru svona í hóp og ég er að taka mynd og svo horfaður á mig og ég grenjandi, þannig enda með að þær tóku mig með og ég fekk bara að vera með í momentinu sko. Og bara grenjandi eins og þær og ég veit ekkert hvað þær heita eða hvernig þetta eru en ég var bara, þetta var bara svo geðveikt. Vissi bara, þú veist þetta var einhver stór sigur og þær fóru gegnum þetta saman og þú veist, og ég var bara eitthvað, þú veist ég var alveg svo bjánið hana en þú veist, það er alveg, komdu bara vertu með okkur og ég bara, já, eitthvað með þeim, sko. Þetta bara þetta geðveikt, sko. Já, þetta hvað fólk þú veist, og sjá líka bara, þú veist, að allir að styðja við baki á hvorum öðrum. Já, algjörlega. Sama í hvaða formi, hvort það sá sem allar að vinna hlaupið eða personal best eða bara taka þátt á sínum forsöndum eða eins og segir, vinahópur að klára eitthvað verkefni saman í gegnum eftir ótrúlega erfiða tíma, þú veist, og þetta svona dag, og nú fæ ég afturgæsa þannig að við verðum bara en þú veist, en ef þið ykkur langar ekkert tíma að hlaupa og þeir að hlusta og þau eru bara eitthvað æneið, þú veist, eitthvað, ég er ekki svona hins einn og eitthvað bla, mæti niðrittir og þeir skráðu ykkur á næsta ári algjörlega, bara mæti og sjáuði þú veist, það geta allir tekið þátt það er nefnilega þannig. Eru einhverjir hjólastólaskráði núna? Það eru einhverjir hjólastólskráðir það er ekki hjólastólkeppni við bjóðum upp á að sé keppni í hálfu marathoni og þá þurfa að vera x-marki þáttakatur til að það kallist keppni og það eru 3 þú
þú veist, og það er í öllum flokkum. Já. Þannig að og við erum að keppa í 3 flokkum. Já, við erum með kalla hvernig og hvára flokk. Já, og eru margir í hvára flokk. Það er ekki að aukast núna? Já, eins og núna þá er keppni í 10,5. Það er ekki komin keppni í marathoni. Nei, ok. Og frábært. En aftur á móti það eru mjög margir skráðir hvárar í almennaflokk, það er ekki keppni. Nei, að því nú getur skráðir sérstaklega keppni. Þannig frábært. þannig að þú veist, og það er allar þessar breytingar, það er bara alltaf að breyta eitthvað smá, aðlast. Ef ég man rétt, þá var Reykjavíkurmaraþonið, mér langar að segja 5. eða 7. hlaupið í heiminum. Já. Til þess að byrja með Hváraflokk. Já. Já, man ég var stolt að þið. Já, takk. Já, ég fíla það. Það er við erum mjög stolt að þið líka. Já. Einhver loka orð? Sorry, þú varst kannski að fara að segja eitthvað. Nei, við getum verið í allan dag að tala um. Já, við erum alltaf þekkjumst mjög vel líka. Ég held að ég sé búin að koma svona inn á, held ég, flest. Já. Og en við hvetjum fólk til þess að borða morgunmat, til þess að mæta snemma. Mæta tímalega, fara af stað með réttu holli. Þú veist, ef þú ætlar að fara eitthvað framar og tróða þig framar, þá ertu hugsanlega að hægja á einhverjum öðrum. Þannig að vertu bara á þínu stað. Já, bara, þú veist, komum tímanlega, sínum tillit, njótum. Tökum myndir og tökum Reykjavíkurmaraþonið. Já, takki myndir, takki okkur. Segir vinum eitthvað frá þessu. Mætum með skilti, peppum hvort annað áfram og ég er alveg bara rosalega spennt. Já. Þetta er svona, við erum bara, getum ekki beðið. Nei. Það er svona, þú veist, núna mánudaginn mæti, ég veit að þetta er svona skemmtileg vika, þú veist, það er bara, núna er bara, byrja, þú veist, bara, nú byrja aksjónið, sko, alveg að fullu og svo er líka geggja þegar þetta er búið. Já, og það er svona þreytuvíma. Já, þú veist, það var bara, ok, þú veist, og einmitt vonandi bara allt slísalust. Já, og líka, það er einmitt spennan, þú ert svona, þú veist, við erum ótrúlega vel mönnuð. Já, frábært. Það er bara, þú veist, það er ekkert eðlilega margir sem er að hjálpa okkur og ég vil bara, kannski bara loka orð. Já. Þakka öllum sem að hjálpa okkur við að gera Reykjavíkurmaraþonið að veruleika. Og allt þetta standa vaktina með okkur. Að þakka þeim fyrr. Öllum félagunum, öllum einstaklingunum, öllum viðbragðsaðilum. Þú veist, það er ekkert að gera þetta án fólksins. Nei. Þetta er samvinna. Já. Þannig að þess vegna er viðburðurinn eins og hann er. Þetta var frábær lokaorð. Er það ekki? Jú. Já, takk. Takk, elsku besta, fyrir að koma og hleypa okkur aðeins bak á tjaldin og þátturinn er sjálfsögðu bóði Reykjavíkurmaraþons og Íslandsbanka eða IBR. En ef þið eftir að skrá okkur, þá myndi ég gera það strax og annars bara sjáumst við niður í bæ. Takk fyrir að hlusta. Eigðu góðan dag. Klefinn með Silju Úlfars.